Ef við færum okkur upp í mjöðmina og förum að skoða test sem kallast log roll, þá það fyrst og fremst framkvæmt þegar okkur grunar að það sé mögulega einhver brjóska eða einhver intra-artikúla breytingar upp í mjöðminni, og það framkvæmum við bara hér í baklegu, fóturinn er beinn, og það sem við gerum við stillum honum bara beint upp, hann sé ekki í rauninni snúinn inn og út, hann bara í nútal stöðu. Við setjum hönd á læri og hönd á sköflung og einfaldlega rullum læglegnum eins langt inn á við og getum og sömuleiðis í útsnúning. En hér erum við bara að ýta pastið alveg út í endan og sjá hversu mikið hreyfi útslagið í sikkur áttina, og við myndum alltaf bera saman hinn megin. Kosturinn þessa stöðu til að geta metið í rauninni intra-artikúlar status að úti í þessari stöðu þá erum við ekki að fá neitt mjúkvefjastopp, öfugt miðað við ef við varum að skoða rótasjónu mjöðminni hérna upp í 90 gráðu beygju, þá erum við meira að fá kannski eitthvað mjúkvefjastopp í enda ferils, en hér erum við bara liðurinn slagur. Það eina sem við strekkjum á er kapsúlan og intra-artikúlar strúktúrar. Þannig að eins og við segjum, við byrjum á því að rúlla fæturinn inn, metum hversu langt við komumst og sömuleiðis rúllum út og beinum saman við hina hliðina.